Já, eins og við höfum fjallað að þá kom skýrsla eða rannsóknarniðurstöðu Vörðu, rannsóknarseturs ASÍ og BSRB í vikunni og voru hörmulegar í stuttu máli. Það lífskjör launafólks hafa hraðversnað og þeir hópar sem að verða helst undir afleiðingum af aukinni verðbólgu og veiku velferðarkerfi eru einstæðir foreldrar, leigjendur, innflytjendur og þetta á heimilum sem að auðvitað eru til það sem eru börn og til þess að ræða, við ætlum að ræða hérna svona næstunni einstaka hópa sem að reyna átt okkur á því hvað veldur því að staða þeirra svona veik, hvort það sé vegna þess að launin séu og lág eða velferðarkerfi og veikt eða hvað það að til þess að byrja átt okkur á stöðunni að þá hingað komin Kolbeinn H. Stefánsson, félagsfræðingur. Vertu velkomin. Takk. Ég ætlaði að fá þig til þess að ræða stöðu barna. Ég veit að þú ert að fara að fjalla það í næstu viku. En ef við byrjum aðeins á hérna, þessum rannsóknum Vörðu, að þegar ég talaði við hana Kristínu Hebu hér í gær, að þá kom fram hjá henni að þegar fyrsta rannsóknin birtist, þegar niðurstöðnar, að þá var svona fundið að aðferðafræðinni á viðskiptablaðinu og hún sagði að síðan alltaf þegar hún færi að ræða þessi mál annars staðar og væri einhver svona úr hægrinu við borðið að þá var eiginlega vísað í þetta til þess að reyna eiginlega að ýta þessum niðurstöðum af borðinu. Nú þetta þessar, ég myndi meta það utan frá séð að þetta væri eiginlega svona frétt vikunar, hversu hratt grefst undan lífskjörum almennings á þessum verðbólgutímum. Við erum alltaf að ræða verðbólgu og afleiðingar þess og alltaf fáum við allt í einu bara kalda tusku í andlitið hvað að gerast. Þessum langar myndir að spyrja þegar þú ert nú félagsfræðingur og ert ekki í Vörðu, hérna myndir taka marka á þessum niðurstöðum? Ég endar ekki alveg hlutlaus, ég sitt í stjórn Vörðu. Nú, Varandi þessa gagnrýni til að byrja með, þá hún svona forminu til svo sem alveg rétt. Það erfitt þegar þú hefur þetta raun og veru sjálfvalið úrtak og við höfum alltaf okkur ástæðu til að ætla að hópurinn sem að velur að svara sé ákveðinn hátt kerfisbundinn ólíkur. En kannski það sem að skipti máli í þessu samhengi að síðan frá því fyrra hefur Varða farið í miklar æfingar við að reyna að vigta gögnin eins og gert þegar við höfum ágjöra skekkjum út frá ýmsum forsendum til þess að reyna að finna leiðir til að leiðir til skekkjur og það alveg saman hvernig því snúið að vigtarinnar ekki hafa veruleg áhrif á niðurstöðunar standa ágætlega. Hitt sem svo annað að þeir beittu annari nálgun á samanburðunum milli ára þannig að markmiði var að fá að vigta gögnin frá fyrra ári út frá dreifingu svona lýðfræðilegar þátta í könnuninni sem var í ár. Þannig að færið svona mynda population sem eins yfir tíma. Þetta breytist population alltaf yfir tíma en þá það sem við viljum vita hlutirnir að breytast og þeir að breytast þess að population hefur breyst eða hlutirnir að versna. Þannig þetta til þess að geta betur höndlað breytinguna frekar en stöðuna. Já. Og að því leyti þá held ég verðum að taka þessar niðurstöður verður mjög alvarlega. Við erum að sjá stöðuna versna hjá mörgum og það kannski engin stórkostleg ráðgáta hver í gangi. Við erum á tímabili þar sem að það er gríðarleg verðbólga. Það önnur hliðin á þessu. Svo Seðlabankinn að reyna að vinna á verðbólgunni með því að hækka stýrivexti. Það gengur svona ljómandi illa bara. Við erum bara hreinskilin með það. Og þessi tveir þættir þetta þrengja að, en þeir þrengja á mismunandi hópum. Já, og sína raunverulega veikleikana í velferðarkerfinu, því það þeir hópar sem að koma illa út, þeir hópar sem að eru ákveðin kerfi sem eiga að grípa eins og einstæðir foreldrar. Það ætti að vera barnabætur og það ætti að vera ólík gjaldskrá. Það eru ýmislegt verið í gennum tíðina verið notað til þess að bæta stöðu þeirra. Það nefnilega málið og það sem gerist til dæmis þegar að verðbólgan fer upp að hún hittir okkur svo sem öll hlutfallslega eins en fólki sem með lágar tekjur, það auðvitað þeirri stöðu að það hefur ekkert svigrúm til að bregðast við.
Það getur ekki staðið þetta af sér. Það getur ekki staðið þetta af sér. Svo fáum við stýrivaxtahækkanirnar og fyrir það fólk sem að er með óverðtryggðu lánin. Þá skila það sér strax í aukinni greiðslubyrði og ef við horfum bara á þetta þá til dæmis fólk með ungbörn, þetta aldurstímabil svona 25 til 35 ára þegar fólk þar að komast í þakki yfir höfuð, eignast börn, er ennþá svona yngri hluti foreldrakynslóðarinnar, getur við kallað þetta? Og það er líka á þessu stað þar að komið sér fyrir á vinnumarkað, það er ekki komið alveg á svona stað sem það endar á, sko. Og þetta er hópurinn sem er líklegur til þess að vera með töluverða byrði af húsnæðisskuldum og ef það eru ekki með verðtryggð lán þá skilar þetta sér beint í lífskjara skerðingu. Það er bara verið að taka gríðarlega summur út úr heimildarleysisbókhaldinu og við kannski setjum það í samhengi við kjarasamningarna sem voru gerðir sem sagt svona mótilin sem var sett upp þennan síðasta haust í samningi Starfsgreinasambandsins og hérna SA þá er þannig gríðarlega fjöldi fólk sem kemur sér saman og semur hækkun sem að nær ekki að halda í við kaupmáttarrýrnun. Fyrir sjáanlega mun halda ítendur áframhaldandi kaupmáttarrýrnum af því að það var verðbólguskeið og ljósta hvað væri framundan. Þannig að ef við horfum til svona lengri tímabil þá var þetta slæmur samningur. En þetta voru sjálfu sér ekki neina gigantískar hækkanir. Ekkert fyrir marga á móti peningunum sem að svo lítil nefnd hjá Seðlabankanum tekur beint aftur út af heimilinu í þá verðbólgu markmiða. Ég hef aðeins verið aldrei hugsa yfir þess að með sko stýrivextina. Þannig að við vitum að stýrivextir því hærra hlutfall fólk sem er með verðtryggð lán því minni áhrif hafa stýrivextir á eftirspurnarhagkerfinu. Af því að það bara veltist aftan á lánið og við höfum ágjörð því þegar við erum eldri. Síðan er það líka þannig eins og hefur komið fram þegar við erum að ræða við seðlabankastjóra og fjármálastjóra líka og forsætisráðherra og alla bara þegar það er spurt þennan hóp sem þú ert að lýsa sem eru með breytilega vexti á óverðtryggðum lánum. Hvaða ráður á að gera fyrir það fólk og þá er sagt að bankarnir hjálpa þessu fólki og það sem bankarnir gera að það hjálpa fólki með því að henda greiðslubyrðinni aftur fyrir lánuna þannig að raunverulega virkar þetta eins. Þetta er bara eins og verðtryggingin. En það er líka svo hinliðin á þessu er það að stýrivaxtahækkanir hafa náttúrulega líka áhrif á fjármagnskostnað fyrirtækja. Fyrirtæki eru með mjög hátt hlutfall af sínum skuldum oft í skammtíma lánum. Og þetta náttúrulega spreytast bara beintinni og það fer að þaðan svo aftur út í verðlagið. Þannig að maður velti fyrir sér, eru þessar stýrivaxtahækkanir hreinlega að ýta undir verðbólguna. Því hefur verið haldið fram. Þannig að þessi þættir saman eru náttúrulega að þrengja gríðarlega að heimilum og kannski sérstaklega mikið þegar saman kemur að heimilum banna. Og ýtir undir sko verðbólguvæntingar, það hefur líka verið haldið fram. Svo er það. Hækkanir íti undir þá tilfinninguna hér verði mikil verðbólga langa tíma. Herðu, en spurningin var, myndur þú treysta niðurstöðum vörðu? Ef það takkir alvarlega? Ég geri það, já. Ég held... Og þú ert að vasast því svona gögnum allan daga, ekki? Jú. Ég held að með allt sem við veitum þá er þetta í samræmi við þær stærðir sem við þekkjum í hagkerfinu. Það er ekkert annað sem að kemur óvart í ljósi þeirra stærða. Og þetta er kannski nýjasta og þetta er svona, hvað er kallað kanarfuglinn í námunni. Þetta er fyrsta aðvörunum þetta er að gerast. Og þetta er aðvörun, þetta er eiginlega svona blikkandi ljós. Þetta er blikkandi ljós. Að efnastefna stjórnvalda og Seðlabankans er að keyra niður lífskjör þeirra sem standa veikast í samfélaginu og þá eru ekki að tala sko þau sem eru 5% neðst eða 10% neðst, við erum að tala bara þriðjung og upp í helming launafólks sem er að lenda bara í vandræðum. Ég er ekki viss að það sé hægt að líta á þetta sem stefnu stjórnvalda. Ég held að stjórnvald hafi oft mjög óljósa hugmyndum nákvæmlega hvað þeir eru að gera og hverjar afleiðingarnar eru. Það er stefna, sko. Já, það má líta að þannig. Það er ákveðin stefna, sko. Mér finnst oft stefnumótun byggja mjög einföldum forsendum og almennu þekkingarleysi stærðunum sem að er verið að vinna með, sko. Já. Þetta er afleiðing af aðgerðaleysi, þetta er afleiðing af viðbragðsleysi og það er ekki eins og stjórnvöld hafi ekki fengið viðvaranirnar frá verkalýðshreyfingunni og fjölda stofnanna og fólks út allt, sko. Já. Herðu, en inn á þessum heimilum eru börn. Hvernig, ef þú ættir að útskýra fyrir mér hversu útbreitt fátækt er meðal barna, hversu alvarleg hún er og hvar eru þessi börn? Sko,
Ég hef verið að vinna núna undanfarið upp úr skráokarnum frá Hagstofu Íslands. Það er ég með upplýsingar alla sem eru skráðir með búsett á Íslandi við lok árs frá 2000 til 2021 og er að skoða þróun yfir tíma. Og almennt séð yfir þetta tímabil, sérstaklega eftir 2012, er þróunum frekar jákvæð. Lágtekjuhlutföll barna lækka, börn sem sagt er að staðir að batna með aðra aldurshópa og svo erum við að horfa á hérna líka dýpt fátæktar börn búa heimilega sem er ekki eins djúpt í fátækt og aðrir sem er til lágtekjumörkum þannig að svona heildina fram að 2021 hefur myndin verið að þróun hefur verið í rétta átt fyrir okkur það er kannski það sem að gerir það er núna við höfum engin gögn sem að gefa þessa heildarmynd hins vegar, en við sjáum þetta gerast í gögnum hjá Vörðu er að þannig erum við allan að horfa á stóran hluta vinnumarkaðarins og allan þorra láglaunafólks sem að það er ekki lágtekju fólks, þannig er ekki öryrkjarnir inni, það var gerð sérstu konunum þá já, en sem sagt svona út frá því þá vitum við það að hluturinn er veslan, við vitum ekki nákvæmlega hvernig það er að spilast út en það sem að eins og kannski staðan var 2001 þá er þetta börn einstæðra foreldra og það sem að sem sagt, með því að nota skráokkar frekar heldur en til dæmis úrtaksrannsókn eins og Evrópsku lífskjararannsóknina þá fáum við skýrari mynd af innflytjendunum því að svörin þeirra í könnunum er miklu lægri já, það er hérna næst ekki í þá þeir eru eins og skráður í skráokkarnum og þá sjáum við það að börn sem eru innflytjendur sem að fættust erlendu svo báðu fóruð erlenda en fluttu til Ísland sem börn þeirra staða er sérstaklega slæm hún er svona pari við einstæða foreldrana og svo kannski koma eftir þessi önnur kynslóð innflytjenda og svo börn sem eiga foreldra sem eru öryrkjar þannig að þetta er kannski svona stóru póstanir í þessu en svo eru þetta líka mjög skýrt samhengi á milli menntunar foreldra og hérna hlutfalls undir lágtekjumörkum það er 1 af hverjum 5 barna sem á foreldra sem hafa mest lokið grunnmenntun er undir lágtekjumörkum en bara 6% þeirra sem að eiga foreldrar sem hafa lokið framhaldsmenntun á háskólastigi og endur spekla kannski stöðun á vinnumarkaði hún bara þarna fá hana beint í gegn sko. Þetta eru lágtekjuhópanur á vinnumarkaði er þannig okay. En hérna hvað getur þú sagt hvaða eru mörg börn á Íslandi sem að búa við fátækt? Ég er svo sem ekki minni nákvæmum tölu sem ég myndi vilja setja endilega fram því allar fátæktarmælingar eru pínu flóknar og hitt ekki alveg á viðfangsefnið og það er kannski líka að mér finnst stundum umræðan fara í það að það er búin til stríðsfyrirsagnir að svona og svona mörg börn búið við fátækt út frá einhverju tiltekinu mælingu ég er ekki viss að þetta sé endilega hjálplegt í umræðinni ég held að það sé gagnlegra að horfa á þessar vísbendingar sem við höfum eins og lágtekjumörkin og aðra mælingar mismunandi gögn og bara að sjá hvar eru þessir hópar sem að kreppir að og við sjáum þetta að vörðu samsvars með það að börn sem búa heimilum þar sem að byrjum börn innflytjenda og börn einstæðra foreldra er að koma út úr þessar könnun sem er í mjög samræmi við skrágögnin en það sem að Varða hefur umfram er kannski það að Varða er með mælingu sem er tekið núna bara í vor sem að gefur þetta er fyrsta skýra vísbendingi sem við fáum afleiðingar verðbólgunar og stýrivaxtahækkana Þannig að þú vilt ekki hjálpa okkur í því að átt okkur á svona umfanginu við erum með bekkjarmynd með 25 börnum hvað væri erum við að tala að séu 2 börn eða 5 börn sem að væru heimilum þar sem að fátæktin var að grafa undan lífskjörunum og raunverulega möguleikum barnana er að pína þess? Já, nei, ég vil eiginlega ekki setja þarna fram því að sko það sem að mismunandi mælingar að hitta og eru mismunandi hlutir og það er til dæmis börn sem að eru rétt fyrir ofan til dæmis lágtekjumarkinn sem sannarlega búa við fátækt af því að foreldrar eru með örorku. Örorkulífeyriskerfið okkar heldur mjög háum hluta öryrkja rétt fyrir ofan lágtekjumarkinn og það sem að gerist þetta er hefðbundin lágtekjumark þá notum við 60% af miðgildi ráðstöfunartekna það er hægt að hækka það upp í 70%
og þegar við skoðum með þess að standard 60% þá fátæktar meðal öryrkja ekkert sláandi há. Hún aðeins herri en ekkert svona eitthvað svona sem að maður svona grípa með og aðtegluna. Hækkumörkinu býr 70%, þá byrtast öryrkjanir. Og málið að þegar þú ert langvarandi, rétt róan lágtekjumörkin, þá býrðu við fátækt. Það að þú dettir niður fyrir lágtekjumörkin 1 ár, það kannski ekkert stórmál. Að námsmenn búið fátæktir að fjárfesta í framtíðartekjum, fólk missir vinnuna og tímandi 1 ár undir lágtekjumörkum, en til lengri tíma litið hefur engin áhrif á lífskjör þeirra þannig lagað. En það akkurat þetta langtíma perspektíf og það kannski skýrast af vísbendingin sem að ég keyrði upp úr þessu skrákunum, skoðaði ég fyrir 5 ára tímabil 2017 til 2021. Þá skoðaði ég hlutfall barna sem eru undir lágtekjumörkum 3 ár eða lengur á þessu 5 ára tímabili og þá erum við að tala kannski 9%. Þannig að ef ég ætti að setja einhverju tölu á þetta í dag þá myndi ég kannski skjóta á þessi 9%. Það næstu því 10. hvert barn. En hérna ef við tökum núna alvarleikann, hvaða skaði af fátækt barna? Ég held að fátækt barna eitthvað sem við verðum að horfa á annan hátt heldur en við horfum að fátækt almennt. Það svo sem auðvitað ákveðin þráhyggja í kringum allan stuðning við fátæka að það þurfi að aðgreina verðuga fátæka frá hennum óverðugu og hennum óverðugu verandi fólk sem hefur með leti og annari ómennsku komið sér í þessa stöðu og hins vegar hugmyndur að það sé fólk sem fórnalögum baðstæðana. Þetta náttúrulega ekki alveg svona einfalt til að byrja með, en þetta svona gegnsýrir alla fátæktar umræðu. Það þurfi einhvern veginn að tryggja þetta. Þegar kemur að fátækt barna, þá oft horft til þess að reyna að finna ykkur úrræði sem hjálpa barninu sem nýtast ekki foreldrunum, af því að börn hafa þessa siðferðislegu sérstöðu. Barn getur aldrei borið ábyrgð á eigin fátækt. Það ber ekki ábyrgð á eigin afkomu. Þannig að það skapar svona siðferðislegt tilkall sem að erfitt að segja nei við fyrir samfélagið og þess vegna viljum við reyna að koma úrræði að hjálpa þessum börnum og oft farið þessa leið að reyna þá að bjóða upp á ókeypis skólamáltíðir fyrir þennan tiltekna hóp eða auka niðurgreiðslu á tómstundastarfi eða einhvern veginn svona það sem reynt að gera að draga úr afleiðingum fátæktarinnar. En það ekkert verið að það þegar að vísa til tilrauna í svokölluðum þróunarlöndum og svona við ekki beint fyrir með svona tilraunir. Í kjölfar á hrunu þá var hægt að fylgjast mjög náið með hverju var að borga fyrir skólamáltíðinar og svona og svo var síðasta kjörtímabilið þá var viðbótarstyrkur frá ríkinu vegna tómstundastarfs og þetta alveg, þessi úrræði alveg góðra gjalda verð. Það sem þau gera ekki að þau leysa ekki fátæktina. Þau lyfta þessum börnum ekki úr fátækt, þau draga bara úr áhrifum fátæktarinnar. Og ef við horfum bara aðeins á sem sagt hvað fátækt við horfum alltaf á peningahliðina. Fólk sem hefur ekki nægilega peninga til þess að geta notið þeirra lífskeiða sem þykja sjálfsögðu í íslensku samfélagi, eða svona þessi afstæða fátækt. En þegar við förum svo og skoðum af hverju fólk fátækt, það einhver saga sem að gera verkum og fólk statt á þessum stað. Og þá finnum við oft áföll í æsku, áföll á fullorðinsárum, erfiðar aðstæður í uppeldi, fólk sem að hrökklast úr námi af því að það var með athyglisbrest eða lesblindu, hafði ekki stuðning heima fyrir og annað slíkt og valdi sér leiðir lífinu sem kannski skiluði þeim á þennan mjög slæma stað. Stór hluti af þessu fólki fólk sem að kannski ákveði lagsamfélagi sem myndi að horfa og segja að þetta fólk hefur nú bara komið sér þessi vandræði sjálft. En öll þessi vandræði sem að það búið að koma sér í þau eru afleiðingar því sem koma undan. Þannig að fólk kannski líka afleiðing af getuleysi stofnana samfélagsins til þess að taka við fólki með ólíkt nestaða heiman. Alveg klárlega og bara ef við horfum til dæmis á hópið sem stendur illa, við fáum sennilega herra hlutað fólki til dæmis með lesblindu og athyglisbrest í þessum hópi hreinlega af því að skólakerfið á þeim tíma á þeim sem fullorðnir gat ekki tekist á einstaklinga með þennan vanda. Og ekki við krökkum sem eru af heimilu þar sem ekki töluð íslenska, sem mikið vandamál í dag. Og þetta sem sagt, þegar skólakerfið bregst á þennan hátt,
þá það auðvitað hluti til að búa til hennar framtíða vanda. Þannig að við getum horft á þetta og sagt, ok, við erum með fólk sem í þessari stöðu, en það með öll þessi uppsöfnuðu vandamál. Svo það hitt að fátækt skemmir fólk. Þetta viðvarandi álag, þessi afkomu ótti, endalaus áhyggjur það að það eitthvað stærna handa við hornið er óvænt útgjöld, það þarf ykkur að fara til tannlæknis eða eitthvað sem bilar og þú bara veist það mun setja þig niður fyrir mörkin, þú munt ekki láta enda ná saman. Alveg saman hvað reynir. Þú getur rétt haldið þér fyrir ofan svona yfirborðið í allra besta verði og leið og gefur á að þá. Já, og þetta kemur niður á bæði andlegri og líkamlegri heilsu fólks. Þannig að kannski það fyrsta sem þurfum að gera þegar við erum að horfa á fátækt og þurfum að horfa á barnafátækt að hætta að hugsa hver verðskuldar og verðskuldar ekki stuðning. Annað skref svo að tryggja fjárhagslega afkomu heimilisins. Það nauðsynlegt fyrsta skref, en það bara ekki nægjanlegt. Af því að svo þarf að hjálpa fólki að vinna úr bæði hlutunum sem komu þeim á þennan stað og afleiðingunum þess að hafa búið við fátækt í jafnvel langan tíma. Af því að fólk orðið brotið og það mun ekki bara við það að fá meiri tekjur að lagast. Þetta orsakir gangi ekki alltaf tilbaka. Heldur þarf svo að vinna í öllum þessum hlutum, bæði hlutum sem kom fólki í fátækt og afleiðingum fátæktarinnar, þannig að fólk geti svo staðið undir sér sjálft ákveðin tímapunkti. Þannig að við þurfum raun og veru kannski að færa fólki fleiri bjargir en peninga. Við þurfum að horfa á þetta miklu heildstæðara. Og við höfum bara að hugsa það hvað þetta þýðir. Við erum ekki einu sinni í því að færa þeim peninga. Við erum ekki einu sinni í því. Allan mjög ófullnægjandi upphæðir. En ef við horfum bara hvað þýðir að alast upp á heimili sem að býr við fátækt. Barn sem alast upp á heimili, það gerir svolítið grein fyrir aðstæðum. Flestir foreldrar þeir reyna að hlífa börnum sínum við fátæktinni, en börnin skilja þetta alveg. Erlendar rannsóknir benda til þess að það sem skýrt að börn vita alveg hvað í gangi. Þau taka eftir því að mamma borðar aldrei fyrir allir búin að borða og þá bara borða afgangana og fær ekki endilega nóg. Og þegar við til og með spyrjum í fullorðna fólki í könnunum hvort að börn að eigi hinn á svo hluti og svarið nei, þá spyrjum við það það ekki sem sagt efna á því, þá svarar foreldrar gjarnan nei, þeir bara aldrei beðum það. Spyrjum börnin, þá segir þau auðvitað langa mig í nýtt reiðhjól. Ég vil bara ekki leggja það mömmu og pappa að svo þetta svona innri ritskoðun á væntingu til lífsins. Það bara þú bara lækkar viðmunina. Já, og þú lærir bara lifir elst upp í það að sannfærist það að þú hefur ekki sama rétt til hluta og gæða eins og annað fólk. Hlutir ekki fyrir þig. Annað sem gerist auðvitað að foreldrar sem býr í fátækt, það undir mikla álægjum og mikil streita í gangi og það sem gerist að foreldrar hefur minni orku, minni tíma og bara heilt fyrir minni getu til þess að veita barninu stuðning. Þannig að við leysum ekki vanda foreldrisins. Hvaða móralisma sem við ákveðum að leggja í mat okkar á stöðufóðursins, þá ekki að leysa stöðuna fyrir barnið heldur. Þannig við þurfum að horfa á þetta heilstætt, við þurfum að nálgast þetta sem fjölskyldu, skoða öll vandamálin sem tengir þáttatinni og vinna úr þeim öllum. Því að við gerum það ekki, það heimleginn fyrir þess að sífristakróðu, þá þetta líka, við horfum á þetta frá ákveðna hagkvæmni sjónarmiði. Við vitum það að börn sem alast upp í fátækt eru líklegri til þess að standa frammi fyrir að vera í verri stöðu þegar eru komin á fullorðinsárin heldur en börn sem alls ekki við fátækt. Og það liggur í alls konar hlutum, það liggur í næringum, minni stuðningi og svo framvegis, en þau eru ólíklegri til þess að hafa lókið háskólanámi eða námi sem að skila þeim eins og iðnnámi sem skila þeim góðum tekjum. Þau eru líklegri til þess að vera einstæða foreldrar, þau eru líklegri til þess að búa sjálf við örorku eða vera sjálf fátæk. Þannig að við erum í raun og veru að leyfa fátækt að skemma líf barna. Þetta ekki bara líf þeirra eins og núna sem skiptir miklu máli, en líka fyrir samfélagið, þá erum við raunverulega bara frá svona kalda hagkvæmni erum að búa til kostnað og missa tekjur. Þannig að hvort sem við horfum á þetta frá réttlætissjónarmiðinu eða hagkvæmnissjónarmiðinu, þá barnafátækt eitthvað sem að við ættum að taka mjög alvarlega og leggja okkur fram að sjá þess að sé ekki til staðar. Kaldliti bókarinn getur litið svo á að þarna sem verið að skaða mannauð samfélagsins til lengri tíma. Þessum að finna til með fólkinu átt að segja á því að fátækt áfall og tráma sem að varir í kynslóður. Og litar líf fólksins. En annað valda börn fátækt. Í gamla daga var það sagt áður en að velferðarkerfi voru byggð upp að fólk var með ómegð
Og ef þú tækir segjum bara par það sem að lágtekju kona og lágtekju maður eða par bara búa saman og svo bætur á þeim 2 börnum og tekur þá tilliti til aukina framfærslu en jafnframt aukin stuðning samfélagsins í gegnum barnabætur og annað slíkt. Staða fjölskyldunar verri eftir að börnin koma? Alveg klárlega, náttúrulega með börnum eykst útgjaldaþörfin. Það ekki samt þannig að ef þú ert með barnlegu sjón sem eignast á tvíbura að útgjaldaþörfin er tvöfaldast því að kannski stærsti pósturinn er að einhverjum tíma þurfa að stækka við svo húsnæði, börnin geta upp að ákveðum aldri verið í sama herbergi eftir það þurfa að stækka aftur. En það er alltaf þessi sameiginlegu rými. Það er eldhús, stofa. Það er stuðningskerfi, sérstaklega á það að vera þannig gagnvart tekjulágum foreldrum. Við erum með parið er þannig að það er bara rétt heldur sér á floti. Já. Svo bætast þið börnin. Sökkur að þú? Já, menn það gerir það. Það er raun og verið að þú komið meir útgjaldaþörf og auðvitað getur þetta verið það sem að setur niður fyrir það endin og hættan á saman. Þannig kannski kemur líka eins og að því hvernig við hugsum barnabætur. Á Íslandi eru barnabætur fyrst og fremst þetta er svona eitthvað svona fátæktarhjálp. Það eru rosalega lágtekjur með þar, svona þú ert þannig á lægstu launum og almennu vinnumarkaði fyrir fullt starf og leiðu tekur nokkrar aukavaktir þá ertu bara farin að missa barnabætur í skerðingu. Það byrja að skerðast eiginlega áður og þú ert búin að afla tekna fyrir framfærslunni ef maður miðar til þess með framfærslu viðmið umboðsmann skuldara. Þannig að skerðingin byrjar alveg grátlega neðarlega sko. Alveg svakalega. Og svo er skerðingin með brött og miklu bratt en til dæmis Danmörku. Danmörku er hitt Norðurlandana sem er með ykkur svona skerðingar. Þeir byrja að skerða svona við millitekjunar og skerða miklu vægar og kannski það er að segja að sko hugsun í danska kerfinu er að klippa hátekjuhópana út úr barnabótakerfinu. Það fólk þarf ekki á barnabótum að halda. Á Íslandi er hugsunin miklu meira að við erum að reyna að hjálpa lágtekjubörnum og það er alveg svona ég var nú að reikna þetta bara í gær og með ákveðna forsendur þá ná bæði barnabætur og húsnæðisstuðningur að lyfta kannski 3 af hverjum 10 börnum sem að væru undir lágtekjumörkum og annarra upp fyrir lágtekjumörkinu sem er svo sem allt í lagi en kannski það sem að skiptir máli í samhengi er að barnabætur í sjálfu sér voru aldrei hugsaðar eða svona hvatin aðeim var aldrei að horfa til þess að barnabætur ætti að vera fátæktarhjálp þvert á móti var hugmyndin svo að þetta ekki að vera raunur afkoman ætti ekki að vera barnina letjandi. Við þurfum að fá nýjar kynslóðir til þess að viðhalda samfélaginu okkar. Við erum ekki þar, við erum eiginlega með við dæmi sem þú tekur að þá er það þannig að fátækt fólk á ekki efni á eignarspöld. Það er þannig og við séum frjósum minka. Það er samt ekkit endilega fátækar fólki sem að dregur frjósuminni af því að það er líka hátekju fólk sem ákveður að kostnaðurinn af því að eiga börn með við hvað tapar miklu getur verið letjandi en sem sagt en máli er að eins og til dæmis þetta er hartað þetta í Svíþjóð þá erum við með barnabótakerfi sem að það fá bara allir sem upphæð það flutu upphæð upptekist þegar og hugsun er svo að það verða að jafna afkomu á milli mismundi heimila þannig að og kannski milli kynslóða vissu leyti en fyrst og næst er verið að fjæra peninga frá barnlausum heimilum til heimila með börn það er raun og veru hugmyndin að jafna þann á milli að því að á endan þá viljum við líka kynnslóða að Kolbett þegar börnin er farin að heiman hann er að borga það var maður að borga skatta til Kolbens sem á börnin vissulega en það er nefnilega það er raun og veru kannski þannig sem ættum við að horfa á barnabætur miklu meira og ég get alveg tekindi það mér finnst svo sem kannski engin ástæðlega að fólk með mjög háar tekjur sé að fá barnabætur mér finnst alltaf að það sé eitthvað stæðar skerðingar en það þegar eins og bendir ég á þá þú veist þegar fyrir að skerða niður fyrir svona ásættilega framfærslu þá erum við á mjög röngum stað þannig að það er kannski þetta að við viljum í alvöru ekki að barninir séu það sem að ítir fólki í fátækt við viljum að sem flestir eigi börn og börnin hafa þessi best og börnin hafa þessi best það er börnin okkar það er ekkert svo falskt að segja það að í samfélaginu að þá er þetta börnin okkar, þetta er framtíðin okkar þetta er framtíðin samfélagsins og við ættum að vinna því að öll börn hefur það bara sem allra best en svo er því að við erum með fókusin á þessu pari og það annað er svona eins og persónufrelsi segjum að bara sambúðin bara gangi ekki og svo
skilja. Segjum bara að það sé óbærilegt fyrir móðurina að vera í þessu sambandi, hún skilur og með tvö börn á framfærslu. Hvað verður hana? Þá dúkkar hún, þá erum við byrjað að tala að stór hluti einstæðra foreldra sem eru með kannski lægri tekjurnar. Þetta náttúrulega kannski jafnvel enn stærra vandamál heldur en áttum okkur á hérna. Því að sko náttúrulega það sem gerist, leiður fólkið að parið skilur. Þá eru báðu fóreldrarnir allt í konum með heimili með eina fyrirvinnu. Og það erfið stað að vera á Íslandi. Það maður sem bendir til þess að vaxandi hlutfalls skilnaðarbarna sé raun og veru með eitthvað svona skipta búsetu í einhverju mynd. Það þýðir það að báðu fóreldrar þurfa að hafa húsnæði undir börnin. Við erum með kerfi sem hins vegar svona gerir ráð fyrir því sem breyting frá því kannski að foreldrakynslóðinni minni þar sem að mamma skildi og tók okkur 4 með sér en pabbi flutti bara í þakarbíi. Já, og feður heitu bönn sín aðra hverja helgi þeir voru duglegir. Þetta kannski önnur mynd sem við höfum í dag og við höfum alltaf kerfi sem að gerir ekki fyllilega ráð fyrir þörfum beggja foreldra og báðu foreldrar þeirri stöður raunverulega að vera ítt sem einn fyrirvinna að vera ítt niður afkomulega séð og mörgum undir lágtekjumarkin. Þannig að það er gríðarlega erfitt að því leyti kannski fyrir fólk að skilja. Sem getur verið alvarlegt að fólk sé fast í. Það sem við þurfum kannski að fá skýrar mynda svo hvað gerist svo í kjölfarið því að fólk skilur og svo ramba aftur í hjónaband, hvað eru þessi einstæða fólkdartímabil löng, hversu langar þetta áhrif hafa þau á afkomu fólks og það er svona fleira svona sem að við vitum raun og veru mjög lítið á Íslandi. En með að við til þess niðurstöðu vörðu ættum við að vera að rannsaka þetta því þetta fyrir utan það að vera á leigumarkaði, það að vera einstætt foreldri er það sem að keyrir fólk niður og það kemur líka fram í þessari könnun að staða þeirra sem búa einir sem maður gæti ímynda sér að væri kannski ef ég vitna í foreldrakynsluna mína, þú veist, kallinn að hann hefur það líka skýtt. Mjög oft og náttúrulega hluti þessum einstæðu köllum er oft annars vegar hlutaðum eru bara einstæðarmengar á beinum hlutaðum eru akkurat það svona svo kallar umgengnisforeldrar og það er kannski annað sem við kannski höfum aldrei tekið alveg á Íslandi varðandi fátækt er að við skoðum þetta alltaf út frá lögheimilisskráningabanna og þá fáum við myndina því. Það sem að við skoðum sjaldnar er hversu mörg börn eru í einhvers konar það sem fátækt er einhver hluta líf þeirra vegna þess að hitt foreldrið þeirra býr á öðru heimili og býr líka fátækt eða býr fátækt þar sem en lögheimilisforeldrið ekki. Fátækt sem sagt umgengnisforeldris þessar foreldrar sem ekki er með lögheimilið getur klárlega líka haft áhrif á lífbarna. Annarkvort ef það er skiptir í búsetu þá býr það aðra hverja viku jafnvel við fátækt. Hitt er svo líka bara það að eiga umgengnisforeldri sem býr við fátækt getur komið mjög mikið niður á tengslunum og samskiptunum við foreldrið sem er fátækt. Þetta er alls konar þættir sem við höfum aldrei hort á raunverulega erum við eitthvað leita að vannmeta hlutfall barna á Íslandi sem er í eitthvað svona snertingu við fátækt. Fátækt er eitthvað hluta þeirra daglega veruleika. Út af þessu. Þannig við ættum kannski að horfa á fjölskylduna sem held jafnvel þótt að foreldrarnir hefur skilið. Þetta er kannski að horfa á fjölskylduna frá sjónarhóli bassis sem að báði foreldrarnir eru hluta fjölskyldunum. Þetta er náttúrulega líka það að fjölskyldur breyst rosalega mikið og það eru spyrð með þessum einstaklingarna sem fjölskyldunar hver er fjölskyldaðinn þá færðu ólík svör af því að frá sjónarhóli bassis er þetta öðruvísi. Mamma og pappi sem búi ekki heimilin eru samt hluta fjölskyldunar þeirra sem að frá sjónarhóli foreldrarnir er ekki. Þannig að þetta er horfum á fátækt frá sjónarhóli bassis þá lítum töluvert öðruvísi út. En er þessi dæmi sem við erum að taka hér, er þetta merki að svona stuðningskerfi samfélagsins við börn sé veikt? Það er náttúrulega ekki börnunum að kenna ef að foreldrarnir skilja, það er ekki börnunum að kenna ef að foreldrarnir eru fátækir, það er ekki börnunum að kenna að þau séu þessari stöðu. Það er náttúrulega þessi almenni veikleiki öllum okkar stuðningskerfum að annars vegar þá höfum við tilneyingu til þess að vera rosalega lágtekjumiðuð og hitt sem svo þegar við erum að innleiða eitthvað svona úrræði sem er að taka okkur vanda
þá finnum við þau í útlöndum, þau líta vel út þar, hafa gefist vel. Við tökum þetta úrræði og innleiðum það kannski ekkert skilin en sérstökum árangri, af því að það sem vantar dálítið oft við horfum á hvert samhengi hvað annað var til staðar í samfélagi sem gerði verkum að þetta úrræði virkaði vel þar. Og svo kannski mikið af úrræðum sem að snúast stuðning við fólk sem að býr við fátækt, sem að snúa að öðrum hlutum heldur fjárhagslegum liðum. Það alls konar hlutir í gangi í samfélaginu. Þetta mjög brotakennt oft. Það eitthvað í gangi í þriðja geiranum, eitthvað að gerast í félagsþjónustu hjá sveitafélögunum, oft þetta tilraunaverkefni sem að gefast vel en hverfa svo. Það vantar kannski dálítið, að horfa á þetta heildstætt. Hvernig viljum við þetta kerfi virki og hvernig ætlum við að skila fólki og sérstaklega börnum betra lífi? Það Barnamálaráðherrann með velseldarlögin, það sem svona inngrip og eitthvað fleira en það fjallar ekki eitthvað barnabóta eða stuðning við einstæða foreldra eða... Nei, það aldrei kannski erfitt í stöðuna Akkur þessi tregða á því að laga fátækt með því að rétta henni fátæka pening? Ef þú myndir spyrja henni fátæka hvað vanti helst í lífinu, þá var það peningur? Það fyrst það peningur. Hann vil ekki endilega fá viðtal við einhvern umhyggjusaman opinberan starfsmann sem að finna til með honum. Nei, og ef þú hefur ekki peningin eða þú hefur ekki fjárhagslega öryggið, þá önnur úrræði kannski ekki að fara að skila miklum árangri. Og náttúrulega ef þú ert með óryggi í húsnæðismálum þá ertu rambaru bara á... Þetta kannski líka dálítið í því hvernig verkefni skiptast milli ráðuneyta. Barnabótakerfið okkar tilheyrir náttúrulega ekki barnamálaráðherra eða félagsmálaráðherra sem að taka á þessum málum. Það heyrir undir fjármálaráðuneytið. Sem er allt annað sín á þetta. Fjármálaráðuneytið horfir allt öðru þess að hluti. Þetta er þetta svona útgjöld, ekki fjárfestingu. Já, og það kannski erfiðleikarnir í þessu að oft við að horfa í að spara krónuna í dag en tilkostnaðurinn til lengri tíma litið oft umtalsverður. Þannig við ættum kannski að búa til eitthvað bókhald fyrir þetta svo að menn sem hugsa eins og fjármálaráðherrar gætu skilið þetta, við ættum kannski að hafa færa mannuðin til eignar og skerðan ef það fátækt. Já. Það kannski að reyna að ná utan hver samfélagslegur kostnaður fyrir sjáanlegur kostnaður vegna barna sem að ólust upp í fátækt þessi. Það alveg einlega til að fara. Já, það einhverjum verður að vekja það fólk. Herðu, ef ég myndi spyrja þig sem borgara í landinu og föður, hvað finnst þér að vera brýnast að gera til þess að bæta stöðu fátækra barna? Ég myndi aðröndina að horfa á það að efla stuðningskerfið barnabótakerfið raunverulega og hins vegar að efla ýmiss konar úrræði fyrir foreldra, bæði horfa í heilsúrræði, horfa í starfsendurhæfingu og síðast ekki síst taka geðheilbrigðiskerfið okkar og stór efla það. Því að stór hluti af skaðanum sem að bæði kemur fólk í fátækt en svo hlýsta fátækt kemur fram í geðheilsunni. Þannig að geðheilsan er ástæða fátæktar en líka afleiðing fátæktar. Já, þannig að það er kannski þessi 3 póstar sem ég myndi leggja megin áherslu á. Og fókusir á börn. Það ætti náttúrulega að vera í heilbrigðu samfélagi, þá ætti það að vera okkar helsta markmið að koma börnunum vel á legg. Það var hugsanlega besta hugmynd sem ég lesið en til þessa var hugmyndur að samfélagið ætti að vera skipulagt fyrst og fremst út frá hagsmunum og þörfum barna. Já, ef það að tala langtíma hugsunum þá lítur að vera þannig. Það þannig. Herðu, Kolbeinn, takk fyrir að koma hingað og ræða fátækt barna. Takk hérlega fyrir. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.